Já, ég býð ykkur hjartalega velkomin hér til þessa blaðamannafundar sem að varðar A-landslið kvenna og tilgangur fundarins að kynna hér samning við landsliðstjálfarana sem að munu stýra liðinu næstu 3 árin. Það sagt áframhaldandi samningu við Arnar Pétursson og Ágúst Jóhannsson og við höfum jafnframt inn í landsliðsþjálfara teymið höfum við fengið 2 frægar handboltakonur. Það er Hrafnhildur Skúladóttir og Anna Úrsúla Guðmundsdóttir sem að verða þeim til fulltingis. Jafnframt er Hlynur Mortens markmannsþjálfari áfram í landsliðsteyminu. Við væntum mikils af þessu fólki. Við höfum tekið þá ákvörðun að halda áfram þessari uppbyggingu sem við höfum verið á og það hafa orðið mikla framfarir í liðinu og við vonum að við náum að halda áfram á þeirri braut og höfum til þess líka núna ákveðið að hafa B-landslið sem að mun auka breiddina og skapa okkur möguleika á því að takast á við stærri verkefni í framtíðinni. Ég vil jafnframt upplýsa það að við erum stjórnin ákvað það á síðasta ársþingi að það ákvaðum að taka endurskoðun á öllu kvennastarfinu okkar hjá sambandinu og stofnum til þess nefnd til að fara ofan í bæði iðkenda fjölda og hvað við getum gert betur til þess að efla kvennastarfið í handboltanum. Og sú vinna á fullu í dag og við væntum þess að vonandi geta kynnt niðurstöður úr þeirri skoðun núna í nóvembermánuði. En það er sjálfsagt ekki komna dagsetningar með það. En ég vil þá bara gefa þér orðið Arnar hvert við stefnum núna í framhaldinu og gefa þér orðið. Takk fyrir það. Fyrst aðeins að þessari viðbót sem þessari ánægilegu viðbót að fá Hrafnhildi og Önnu Úrsúlu inn í teymið með okkur. Það nú varla að kynna þær, en við ætlum samt að gera það. Þetta eru margreyndar landsliðskonur eins og við sjáum hérna. Hrafnhildi með 170 leiki og ykkur 620 mörk og Anna Úrsúla með 102 leiki, 224 mörk. Eitthvað aðeins minna af mörkum en hlutverk enga síður mjög mikilvægt. Þetta er náttúrulega lykilmanneskjur í landsliðinu í mörg ár. Miklir sigurvegarar og miklir karakterar sem við fögnum að fá inn í þetta mjög. Þær hafa líka reynslu af stórmótum. Fóru á rundar þessi einu stórmót sem landsliðið farið á þessari öld. 2010 EM í Danmörku og svo HM í Brasilíu og svo voruð við líka í Serbíu á EM 2012. Þannig að það er gríðarlega reynsla sem við fáum að inn með þeim og því ber að fagna. Hugmyndin er sú að við munum vinna þetta sama núna við 3 hérna og svo þá Hlynur Mortens sem markmannsþjálfari og svona þeirra hlutverk verður að miklu leyti í kringum þetta B-lið sem við erum að fara af stað með sem ég fagna og við fögnum öll að nú séum við að komum með raun og veru verkefni fyrir B-lið þar sem við fáum þá svona snertiflöt við fleiri leikmenn sem eru spennandi og við sjáum fram á að geta það tekið inn í A-landslið þar sem það hafa þá farið í gegnum einhvern ákveðinn skóli í gegnum B-lið. Aðeins meira því og eftir. Verkefnin sem að framundan eru hjá kvennalandsliðinu, ef við skoðum haustið núna 2021, þá ef við byrjum á A-landsliðinu, þá erum við núna að fara í leiki í þar næstu viku við Svía og Serba, það sem stendur að gera EM núna í október. Og við byrjum á Svíum út í Svíþjóð og það er svo sem við komum blöðum það að fletta að við erum að fara þar í gríðarlega erfitt verkefni gegn frábæri liði Svía sem að náði mjög góðum árangri á Ólympíuleikunum í sumar, enduðu þar í 4. sæti og voru að spila virkilega vel. Við
förum í framhaldinu eða komum við heim í framhaldinu og spilum við Serba og sem eru líka reyndar með frábært lið og hafa verið inn á öllum stórmótum undanfarin ár. Þannig að það eru 2 krefjandi leikir strax núna í október. Framhald af því þá er planið að fara til Tékklands í nóvember þar sem við munum spila á æfingamóti við Tékkland, Sviss og Noreg og sem er líka kærkomið að geta fengið þá einhver tíma svona þar sem við erum ekki endilega kannski að fókusera á keppnisleikin sem við erum að fara í núna í október. Það verður að segjast alveg svo að í þessu COVID-ástandi sem við verið í undanfarin ára þá höfum við svo ekki haft neitt mikinn tíma til æfinga í raun og veru. Þetta hefur meira snúist það að koma saman og undirbúa okkur fyrir leiki. Eins og til dæmis núna fyrir þessa leiki við Svíana þá komum við raun og veru ekki saman til æfinga fyrir mánudegi eftir að bikarhelginni lýkur. Þannig að þetta æfingamóti Tékklandi í nóvember er kærkomið. B-landsliðið sem að Hrafna og Anna munu þá sjá í næstu viku kemur saman til æfinga hérna í október. Það mun svo fara með á A-landsliðinu, við munum fara með stóran hóp til Tékklands í nóvember og þar mun það lið leika þá 3 leiki þessa sömu helgi og A-landsliðar að spila. Og þetta held ég að sé, þetta er gríðarstórt skref. Þetta er mikið skref sem að HSÍ að stíga þarna og nauðsynlegt. Þarna gefst okkur kostur á að skoða mun fleiri leikmenn en við kannski höfum haft tök á að gera í gegnum tíðina. Þetta náum við að snerta leikmenn sem eru kannski alveg á mörkunum við að detta inn í loka hóp og þarna sjáum við svona tækifæri á því að undirbúa þessar stelpur sem eins og segi eru jafnvel framtíðarlandsliðskonur og við gerum þær væntingar að koma þeim inn í þær rútínu og koma þeim inn í þau svona hlutverk sem að við erum með í A-landsliðinu. Samhliða þessu að þá er 18 landslið okkar, það er hérna sem náðu mjög góðum árangri í sumar í B-keppninni. Það fór þar alla leið í úrslitaleik og vann sér rétt til þess að spila umspilsleiki núna í nóvember það að komast í A-úrslita næsta ári. Og í kjölfar á þessum góða árangri sem þetta lið náði í sumar sem að Gústi stjórnar að þá höfðu Danir samband við okkur og bauð til liði á æfingaleiki, í æfingaleiki núna sem verið að spila í október, það sömu helgi og við erum í raun og veru að spila við Svíana og Serbana. Og það eitt og sér líka gríðarlega ánægjulegt að við séum komin á þann stað að þessi lið í kringum okkur séu að bjóða íslensku kvennalandsliði í æfingaleiki, séu að bjóða þeim að koma í heimsókn og spila leiki. Það er eitthvað sem við höfum vantað upp á. Bara með þessar stelpur sem að stóðu sig þetta vel í sumar. Þær spiluðu þar, voru þetta ekki 5 leikir Gústi sem við spiluðum í sumar. Þær eru þá að fá núna 2 leiki í október sem eru þá æfingaleiki við Danina og svo fara þær aftur í 4 leiki núna í nóvember sem eru þá þessu undankeppni fyrir A-úrslitunum næsta ári. Og þetta skiptir gríðarlegu máli. Þarna erum við að spila fleiri landsleiki, þarna erum við að raun og veru að koma fleiri stelpum í gegnum fleiri leiki sem að mun alltaf skila okkur til framtíðar. Þannig að virkilega jákvæð þróun þarna. Aðeins að planinu hjá A-liðinu kannski út árið, þá sjáum við þarna þessa leiki sem ég var að tala áðan við Svíþjóð 7. október og Serbíu 10. október, svo eigum við Tyrkland þarna í mars og förum svo í það í apríl að spila við Svíana hérna heima og Serbana úti. Hópurinn, við fara í hann hérna. Þetta er hópurinn sem spilar þessa 2 leiki núna við A-landslið, sem spilar þessa 2 leiki við Svíja og Serbíu og þetta er að mörgu leyti, þetta er góð blanda, við erum með þarna reynslumikla leikmenn inn í hópnum í bland við unga og óreinda leikmenn sem að stíga sér næstu spor. Við erum með í vinstra horninu Hörpu Valeykinudóttur og Unnu Ómarsdóttir, með vinstri skyttunni Berglindi Þorsteinsdóttir úr Háká, Lovísu Tómsson og Ragnheiður Júlíusdóttir. Miðjunni er Aldís Ásta Heimisdóttir, Sandra Ellingsdóttir og Sunna Jónsdóttir. Hægri skytta Helena Rut Örvarsdóttir, Ruth Jónsdóttir og Þía Ímanía Sturludóttir. Hægra horn Díana Dögg og Tinna Sól.
Lína Ásdís Guðmundsdóttir, Elísa Elíasdóttir og Hildigunnur Einarsdóttir. Markvörður Elí Jóna Þorsteinsdóttir, Hafdís Reynudardóttir og Saga Sif Gísladóttir. Þetta lið kemur saman til æfinga, við munum hittast á sunnudeginum eftir Final Four, æfa mánudag, förum út þriðjudag og svo eigum við leik við Svíana á fimmtudeginum eins og áður við komum fram. Sjáum þarna að það eru þarna 3 nýliðar í hópnum sem hafa svo sem ekki spilað leiki, Aldís Ásta og Berglind Þorsteinsdóttir og Elísa Elíasdóttir, allt stelpur sem hafa verið að standa sig gríðarlega vel með sínum félagsliðum og okkur fannst svona þetta vera góður tími til þess að kalla þær inn og kynna þeim fyrir því sem við erum að gera. Alltaf að taka það fram að Karin Knútsdóttir og Þóri Rósa gáfu ekki kost á sér í þetta verkefni vegna vinnu og skóla. Við erum með, eins og þið viti líka, ákveðin leikmenn sem hafa helst á lestinu vegna meiðsla. Andrea Jakobsen var valinn en dró svo út úr hópnum vegna meiðsla og svo eru Birna Berg, Hrafnhildur, Hanna, Steinunn Björns og Sigríður Hauksdóttir fjarverandi einnig vegna meiðsla. Aðrir leikmenn eru klárir. Samlega þessu erum við að kalla saman B-landslið. Það eins og þið sjáu hérna á töflunum, ungir og efnilegi leikmenn sem eins og ég er búinn að fara yfir, sem við teljum að eigi bjarta framtíð fyrir höndum og við gerum okkur þar vonir og væntingur að verði landsliðsmenn framtíðarinnar. Og það að eins og ég hef líka komið inn á að geta komið þeim inn í hlutverk, geta komið þeim inn í það sem við erum að gera og kynnt þeim fyrir því er gríðarlega mikilvægt fyrir okkur og nauðsynlegt skref í átt að því að bæta okkur. Því að við viljum, það er markmiðið okkar, að á næstu árum þá stígum við skref fram á við. Við teljum að við getum gert mun betur en við höfum verið að gera. Ég hef svo sem sagt einhvern tímann áður að mér og okkur finnst það ekki boðlegt að hér séum við með kvennalandslið sem hefur farið á 3 stórmót frá aldamótum og meðan strákarnir eru áskrifendar á öllum mótum. Þeir eru á leiðinni á sitt 2015 mót og meðan stelpurnar hafa farið á 3 og þessu viljum við breyta. Það mun taka tíma, það mun þurfa að gera ákveðnar breytingar og mér finnst HSÍ og við að stíga fyrstu skrefin í átt að því að breyta þessu. Og þá erum við bæði að tala um það með að fara af stað með þetta B-landslið og eins að bæta við leikjum sem 18-liðið er að fá núna og með því að ráða inn hérna 2 hörku dömur sem hafa gert allt áður og vita hvað það þarf að gera til þess að ná árangri og eru mikli karakterar að þá finnst okkur við vera að stíga til skref að allavega við séum að sýna fram á það að við ætlum okkur breytingar og við ætlum okkur að nálgast þessi lið sem í kringum okkur eru. Af því að við í dag erum við bara töluvert eftir þeim og við þurfum að breyta því. Svo sem ekkert meira hérna annað en það að bjóða bara upp á spurningar og einhverjar umræður og hérna gef ég boltan svolítið yfir til ykkar. Einhverjar spurningar? Viljið þið bæta eitthvað við? Bara gríðarlega spennt fyrir þessu og náttúrulega verið að þjálfa mikið í yngri flokkum líka þannig að ég þekki náttúrulega bara rosa mikið af þessum leikmönnum líka sem að koma í B-liðinu. Einhverja hef ég ekki séð lengi og er mjög spennt að sjá. Stelpur sem hafa verið í Noregi til dæmis, Söru Dögg og hana Birtu, það eru búin að vera svolítið lengi þar, þannig að voru gríðarlega efnilegar en náttúrulega ég segi, ekki séð það lengi þannig að ég er mjög spennt fyrir að sjá þær. Og svo bara, ég segi, það er fullt af bara gríðarlega flottum leikmönnum og flottum ungu leikmönnum sem við eigum og ég bara hlakka mikið til að vinna með þeim. Einhverjar yngri leikmönnum til þess að ná þessum framförum. Fyrirgefðu, ég náði ekki byrjuninni. Það þarf ekki að vinna meira í grunninum, erum við yngri leikmönnum til þess að ná liðinu upp á hærri standard? Jú, ég er alveg sammála því að við þurfum alltaf að byrja þar. En ég held að með þessum skrefum sem við erum að stíga inn í dag séum við að sýna okkur sé full alvara. Við ætlum okkur
við ætlum okkur að bæta úr eins og við getum og svo náttúrulega þurfum við að vissulega fá hreyfinguna í heild sinni í lið með okkur. Það er mörg lið, margir klúbbar að gera mjög góða hluti. Við erum með fullt af flottum þjálfurum á núti en við getum samt gert betur. Við, eins og ég sagði áðan, ég get alveg sagt það aftur, ég meina að það er einhver ástæði fyrir því að strákarnir eru á öllum mótum, stelpurnar ekki. Það er einhver ástæði fyrir því að við eigum stráka úti í bestu deildum heims í bunkum. Það eru ekki margar stelpurnar. Við sjáum að við erum með Díönu Dögg í Þýskalandi, við erum með Elínu Jóni í Danmörku og svo Söndru reyndar í dönsku annarri deildinni. Auðvitað eru einhverjar stelpur annar staðar eins og við vorum að tella upp Birtu í Noregi og fleiri sem er spennandi að fylgjast með. En við þurfum að fjölga atvinnumönnunum, við þurfum að koma okkur upp á svona næsta stall í öllu því sem við erum að gera og þá sjálfsögðu þurfum við að fara í grunninn og við þurfum að sem heild að gera ákveðna breytingar til að ná þessu markmiði sem við ætlum okkur að ná. Mér finnst líka maður bara að bæta við, það er gríðarlega mikilvægt þar sem að nú ertu alltaf með kvennalandslið, það koma upp að vera einhverjar óléttar og það eins og gengur að gerist, það er miklu fleiri brottföll í kvennaboltanum heldur en okkur með karlabolta og með þessu B-liði þá er náttúrulega munar rosa miklu fyrir landsliðsþjálfara að fá síðan þegar eru kallaðir inn þá er þetta bara stelpur sem kunna leikir, þær kunna varnaraflið, þær kunna þannig að þau eru ekki að byrja allt, nú þarf að koma henni inn í öll kerfin, þá er það bara með þetta á hreinu, það þær mæta þær að klárar og ég til það alveg gríðarlega mikilvægt út af því að við höfum alveg séð að það er rosaleg hreyfing á kvennalandsliðinu og mér finnst það bara mjög mikilvægt að vera búin að koma þeim inn í öll kerfi, inn í öll varnarafli, þannig að það viti bara þegar það mæta á A-landsliðsæfingu, þá eru klárar, tilbúnar. Það þarf ekki að vera ómikið að eyða tími að fara yfir svona sem að, grunnþætti sem að eru þá bara komnir. Hvað finnst þér munurinn liggja á milli íslenska landsliðsins eða íslenska landsliðsins og svona kannski þessara betri liða sem við viljum nálgast? Er það í líkamlegu styrk eða í tækni eða áherslu? Hvar liggur svona þessi munur? Hvar þarf að taka fram? Mitt svona mat þar og það er kannski alltaf að fá ykkur álit á því líka sko. Ég held að þetta sé samblanda af öllum þessum þáttum. Ég held að umræðin líkamlega þáttin er alltaf svolítið viðkvæm. Hún viðkvæm og stundum held ég misskilin. Við getum gert klárlega betur þar. Það var enginn endilega að tala um það að við þurfum að hugsa um styrk og við þurfum að hugsa um hraða og við þurfum að hugsa um hlaupagetuna líka. Þetta er líka styrkurinn sem við þurfum að bæta. Við getum hlaupið meira og betur. Við getum líka bætt okkur tæknilega, engin spurning. Og það eru hlutir sem við þurfum að vinna í. Og margir að gera mjög vel, margir að sinna þessu alveg gríðarlega vel. En við sem heild, það lítur að vera eitthvað sem við sem heild getum verið sammála að við getum gert betur. Og það er kannski líka svolítið mikilvægt að við áttum okkur svolítið á því bara á hvaða staði við erum. Sko. Og ég held við séum að því. Ég held við séum sem vel sammála það að þessu staði sem við erum á en við viljum vera á þeirra stað og ef við viljum komast þangað þá þurfum við að gera ákveðnar breytingar og það held ég að sé svona að vera svolítið samhljómur það að við þurfum að gera einhverjar breytingar. Þekkingin fyrir hendi í landinu? Klárlega, eins og ég sagði áðan, við erum að gera þetta allt karlamegin og ég meina það getur vel verið að sé einhverjir á því að það sé einhverjar ástæði fyrir því en við erum að gera þetta þar og af hverju eigum við þá ekki gert þetta kvennamegin. Annað sem ég hef líka verið að benda á, ég meina við erum það er kannski svona smá fræðanlöp sko, ég held að til dæmis kvennahandbolti á heimsvísu og sérstaklega eins og inn í Evrópu, þetta er stór íþrótt. Við missum svolítið að því hérna heima. Við höfum kannski ekkert endilega þetta alltaf fyrir fram á okkur en til dæmis bara meistaradeild kvenna í handbolta, þetta er frábær deild. Þarna erum við með leiki hverja einustu viku sem eru frábær skemmtun og handbolta á hæsta geðaflokki og við þurfum einhvern veginn að, það er kannski umræði einhvern tíma seinna, við þurfum einhvern veginn að koma þessu meira í umfjöllun. Margar af þessum deildum út í Evrópu eru gríðarlega sterkar og það er
það hellingur í gangi þarna. Til þess að komast þangað og til þess að nálgast þetta, þá það akkurat það sem við erum að tala sem við þurfum að vinna í fullt af þáttum. Við þurfum að koma okkur þangað. Hvernig þróun yngri flokkum? Fjölgun í það nú hluti að þessu sem að verið að vinna núna, verið að skoða svolítið áhrif COVID, hvað áhrif COVID hafði á þáttökuna og þróunina og þessi nefnd sem að var talað hérna áðan að hún kemur svolítið til með að skoða það og meta hvernig þetta hefur verið. Við þurfum fleiri. Ég held að þetta sé sammerki á milli allra íþróttar sem að vinna í þessum málum hérna á Íslandi að það ákveðið brottfall á ákveðnum tímum sem við þurfum að fara að vinna einhvern veginn gegn og við þurfum að halda þessum stelpum lengur í boltanum hjá okkur. Hvernig við gerum það vonandi eitthvað sem að verður rætt í þessari góðu nefnd sem verður skipuð og við fáum einhverja leiði til þess. Þetta ákvarðan kjarni málsins sem þú spyrð það hvernig við getum í fyrsta lagi fjölgað iðkendum í kvennaíþróttunum. Við erum í samkeppni við aðrar íþróttagreinar eins og fótboltan og fimleika, sérstaklega kvennamegin og við erum að skoða núna hvernig staðan hvernig hefur hún þróast og hvað við getum gert til þess að bæta okkur og líka sem að stendur svolítið kvennaboltanum fyrir þrifum að það brottfallið miklu meiri í kringum úlingsaldurinn heldur en hjá drengjum. Og það eitthvað sem að við getum gert til þess að bæta það og þess vegna fórum við nú í þessa naflaskoðun með þessari nefnd það hvað við getum gert, hvert viðhorf foreldra til íþróttarinnar og af hverju þau velja ekki handbolta eða af hverju þau velja handbolta og vonum að við fáum einhverja góða niðurstöður út úr því núna í nóvember sem að félögin getur síðan unni með í framhaldinu ásamt okkur. Arnar, ég hörði því að þú sagðir að líka með bakgerði að vera feimnismál. Staðreyndin einfaldlega sú að ástand líkamlega og kvennaboltanum undanfarnum árum að kannski á bestu liðunum hefur hreinasta hörmung, svo við tölum bara hreina íslensku. Þannig að þetta hlýtur að liggja í æfingakúltúrnum þegar þú byrjar og ferð upp flokka. Þetta hlýtur að liggja þar vegna þess að það himinn og haf á milli bestu liðanna og þeirra sem að mæta í bestu leikmennina og líka með atgerfi íslenska kvenna í handbolta miðað við það bestu, þar erum við ekki einu skrefi og eftir við erum 30-50 skrefum. Þetta hlýtur að liggja í kúltúrnum sem við bjóðum upp á í kvennaboltanum. Getur ekki tekið undir það? Ég get tekið undir þetta ákveðnu leyti. Kannski tekið ekki alveg sterkt til orða á þú Gaupi. Ég er samt alveg sammála því að við getum gert betur þarna og það töluvert. Þetta eins og þú sagðir, þetta svolítið umræða sem við þurfum að taka út í hreyfingunni. Við þurfum að fara í gegnum þannig að þátt eins og marga aðra en ég get alveg verið sammálaður með það og það ástæðan fyrir því að við erum aðeins og eftir þessum liðum, töluvert eftir þessum liðum að við þurfum að gera betur í líkamlegu þjálfun. Það er alveg hárrétt hjá þér. Ég held að svarið við þessu kannski ekki alveg hægt að beina þessu beint að bara kvennaboltanum því ég held að við horfum á árangur yngri landsliða líka kallamegin að þá erum við að ná yfirleitt frábærum árangri með yngri landsliðin okkar upp á 20 og þá missum við svolítið dampinn og það fyrst og fremst að mínum að þetta líkamlegu styrkur sem að skilur það liðin að hjá strákonum og það gerir það líka hjá stelpunum. Þannig að við þurfum kannski að horfa á þetta svona í heildsinni en það skýrist síðan líka af því fámenninu sem er gott að vissu leyti hvernig við getum náð utanum krakkana og náð til þeirra en síðan bara þegar við berðum saman við Frakkland og Íslanda þá ertu bara með 200 krakka sem eru bara með miklu meira líkamlega betra atgerfi heldur en þessir 40 sem við höfum kannski til að móður.
Þannig ég held að þetta sé svona stærra vandamál heldur bara kvennamegin. Ég bara mjög spennt að vera að fara inn í þetta verkefni. Við erum að fara eins og ég sagði áðan spila við frábært lið Svía sem að er eitt af bestu landsliðum heims og ég bara spenntur fyrir því að fara inn í þá leiki. Það er alltaf gaman að bera sig saman við þá sem bestir eru. Það sem ég vil fá út úr leikjunum við Svía og Serba líka er að við séum að sjá framfarir, við séum að sjá raun og veru okkur eiga kafla sem við getum svo haldið áfram að byggja ofan á í framtíðinni. Það er þannig sem ég sé horfa á þetta. Ég hef svo sem spilum við Slóveníu fyrir ekki svo lengur síðan og þar sagði ég og ég mun halda því áfram að við getum alltaf gert góða hluti. Við getum alltaf komið á óvart og til þess að það gangi upp á mútið Svíum þá þurfum við allir að hitta sem besta dag. En fyrst og fremst út úr þessu leikjum við Svíu og Serba núna vil ég sjá liðið í raun og veru. Ég vil sjá okkur ná betri tökum á því sem við erum að gera, ná betri tökum á skipulaginu og við séum að sjá svona merkjanlega framfæri. Það sé eitthvað að koma út úr þessu sem við getum svo byggt ofan á í framhaldinu. Þannig nálgast ég þetta verkefni og þannig viljum við gera það líka. Það að ætla að setja einhverju kröfu á íslenskt landslið, kvennalandslið í dag að það fari og vinni Svía, það er ekki vænlegt til árangurs. Staðan er bara ekki þannig í dag. En við getum alveg farið og gert góða hluti. Við getum alveg farið og náð í úrslit ef að allt gengur upp. En við vitum það alveg og staðan er bara þannig að við erum 27 í dag. Anna, þú spilaði seinnileikina í Slóveníu. Hvernig upplifðir þú svona styrk? Mér finnst mjög leiðilegt að velja mikið aftur en Nei, mér fannst Skrifi ég til að fá þig til að taka skóna á hillinu aftur. Það sem ég upplifði náttúrulega bara svona leikmaðurinn á vellinum fannst mér að mér fannst flæðið fínt og það var kannski aðalega svona öryggi leikmanna inn á vellinum að finna hver aðra og kannski ekki vera að treysta á lykilmanneskjur, til dæmis eins og Karin spilaði ekki mikið þann leik og að finna svolítið svona sjálfar sína rödd sem að mér finnst svolítið vanta í landsliðinu. Mér finnst margir leikmenn sem að standa sig grífurlega vel í deildinni hérna heima eða eitthvað staðar úti að ná svo ekki að performa á landsliðinu og maður spyr sig hver ástæðan er fyrir því en ég er náttúrulega fer alltaf í alla leiki til þess að vinna á sama hver það er en þetta er bara eitthvað sem að ég hef fulla trú á að liðið muni ná árangri eða stilla saman strengi og vinna vel með þeim. Held ég bara framtíðin sem björt Fleiri? Nú, ef það er ekki fleiri spurningar þá þökkum við ykkur kærlega fyrir og óskum ykkur góðs gengis í verkefnunum framundan. Takk. Og segjum þessum fundi slitið. Takk. Takk fyrir. Takk fyrir.